Fallega fólk, þegar ég var 14 ára þá kom út mesti 80s smellur Íslandssögunnar og einhver hefði nú sagt mér þá að ég ætti að hafa þennan glæsilega mann í sófanu hérna rétt hjá mér, ég hefði farið á taugum. Herbert Guðmundsson, vertu hjartanlega velkominn. Bara takk fyrir að bjóða mér. Og talandi hennan smell, ég verð að hrósa þig fyrir hennan ból sem þú ert í. Já, takk fyrir það. Þetta er merge sem krakkarnir kalla. Þetta er mergeið. Merchandise. Akkurat. Já. Þú ert að selja þetta? Já, þetta er svona eins og Máltaki segir, neyðin kennir nakinu konu að spinna. Já. Og mikið tekjufall hefur verið hjá okkur listamönnum núna, tónlistamönnum undanfarið. Í COVID-19 maður? Út af faraldrinum, þannig að ég ákvað að reyna að bjarga mér og fór í það að framleiða bæði boli og svo hettupeysur. Vel gert. Sem hafa gert mikla lukku. Rennur þetta ekki bara út eins og heitu lumundar? Þetta er bara með ólíkindum og þetta er flott hönnun hjá þeim. Já. Sem gerði þetta fyrir mig og svolítið gaman að hafa látið sér þetta í hug. Mér finnst það briljant, algjörlega briljant. En ekki ertu nú komin orðið til að selja þær, þú ert komin til þess að syngja fyrir Akureyringa og nærsveitamenn og Ég ætla að skemmta. Þú ert að skemmta? Já. Þú ert komin til að skemmta? Já, ég ætla að vera fyrir hann Úlla í Centro núna á morgun. Já. Á konukvöldi. Það er svona konukvöld sem hann er svona, ég held að sé árvis atburður hjá þeim. Já. Og síðan verð ég á laugardaginn milli 2 og 3 og þá ætlum við að reyna jafnvel að viðra vel að setja græjurnar út í göngugötuna hérna á stéttinni hjá Úlla. Nú bara stórborgarstemning. Já, og síðan ætla ég að vera fyrir Þór á konukvöldinu þeirra og karlakvöldinu á laugardagskvöldi. Bæði á konukvöldinu og karlakvöldinu? Já, ég byrja á konukvöldinu og fer svo yfir á karlakvöldið. Þetta er almennilegt. Já. Og svo er svona smá heimapartí líka, svona undirbúningur fyrir þetta, já. Og ekkert mál, bara nóg orka, ég menna... Já, þetta er atvinna mín. Þetta er atvinna þín? En Herbert, sefur í formalínu, þú lítur fáranlega vel út. Æ, takk. Ég er náttúrulega algjör reglumaður. Já, ok. Ég hvorki drekk né reyki og árinu verið núna 15 ára svona edru afmæli. Já, til hamingju. 15,5 ár síðan ég hætti að reykja og 15 ár síðan ég hætti að drekka. Akkurat. Besta ákvörðun í lífinu. Já, bara, við erum saman í liði þarna. Já. Ég sagði upp í klúbnum fyrir alltaf löngu síðan líka. Já. Þú ert ennþá að semja og... Herðu, ég held ég hafa aldrei verið bara eins virkur eins og núna. Ég náttúrulega tók það ákvörðun að vinna með pródusant, allt sem ég geri. Ok. Þannig að ég vinn með pródusant, lögin og sem er náttúrulega dýrara en samt það skila sér, vandara. Og við vinnum allt saman í og pródusantinn, síðan sendum við allt erlendis og þetta er allt hljóðblandað í Austurríki. Já. Þannig eins og nýjasti smellurinn minn með stjörnunum, það lag var hljóðblandað í Austurríki. Og hann heitir Lukas Hillebrand sem að gera það og mjög góður og þekktur hljóðblandari, hann átti lag í fyrsta sæti í Austurríki fyrra. Já, ok. Með Íslending. Þannig að þetta er engir aukvissar sem þú ert að starfa með þannig? Nei, hann heitir Dotti, íslenskur strákur sem býr í Austurríki og hann átti lag sem fór hátt á lista hann úti, held bara í fyrsta sæti. Já. Og þessi strákur vann líka Idolið hann úti. Ok. Og kom okkur í samband við hann, hennan mixermann. Ok. En sko, talandi um að þú hafur aldrei verið virkari, það er náttúrulega með ólíkindum en þess að sko, ég veit að þú ert búin að vera á fullu í það bil hálfa öld. Já, ég er búin að vera... Ekki 71, cirka sem þú ert með típur á... Nei, með eik. Já, sko, ég er svona 72, 75, já, svona þá ég búin að vera... En svo náttúrulega hef ég alltaf tekið mér pásur. Já. Ég fór á sjóinn og var kokkur. Já. Ég fór á loðnu, þannig að ég hafði mikinn áhuga á matagerð. Jaha. Þannig að ég tók mér alltaf svona pásur og safnaði kröftum og annaðinn pening, fór svo í stúdíó. En síðan að Kent Walk Away sló í gegn, þannig 85, þá er ég búinn að vera meira og minna bara að. Og síðan fór ég vestur á Firði, söng með hljómsveitinni Kan. Já. Við áttum lag sem hét Megis og draumur og Vestfjarðaóður. Megis á draumur rætast okkur, já. Og Vestfjarðaóðinn, ég bjó á Verbúð, í Bolungarvík. Já. Og ég er nú búinn að endurvinna það lag og síðan er sú plata, ég margir að spila með, hún er að koma á Spotify núna. Ég er að láta mastera hana núna út í Bretlandi
og hún verður sett inn á Spotify nú fljótlega. Ó, frábært. Og vanta þessa plötu á Spotify. Já, mitt. Kan í rektinni. Ég var einmitt að kíkja á Spotify hvort hún væri þarna. Já. Þetta er ástæðan fyrir því að einu sinni hélt ég að vera Vestfirðingur. Já, ok. Vegna þess að þú varst með Kan-verjum. Já, ég er svona hálfparti Vestfirðingur því ég er ættað frá Hellsandi. Nú, já, ok. Í móðurættina. Já. Af vestan þessu sögum. Já, einmitt. En síðan er ég frá Hamri í Hegranesi í föðurætt. Nú, já, ok. Hvaðan kemur söngaelementið og mikið af söngurum í Skagafirðinum. Gott fólk þar. Plata? Já, sko, núna vinnum maður bara singula. Já, auðvitað. Og það er að koma nýtt 80s lag með mig núna. Við gerðum eitt svona bara 80s fyrir allan penninginn. Já, ok. Og sem heitir Fall of You. Ég var að fá pröfu mix af því frá Austurríki bara í gær. Ok. Og var að hlusta á það, mjög sáttur við það. Og síðan er ég að vinna 2 önnur lög á íslensku. Ég er að vinna svolítið bara á ensku og íslensku, svona til skiptist. Já, einmitt. Og mér finnst það bara gaman. Það er bara yndislegt. Þannig ég vinn svona singula, en ég fer að vera klár núna með efni að því ég er búinn að gefa út svo mikið af lögum núna í gegnum tíðina. Kom lag hérna árið sem heitir Í þér býr það besta. Já. Mikið verið spilað og margir ánægðir með það. Og nokkuð fleiri lög sem ég hef verið að gefa svona singula. Þannig að það er alveg orðið pláss á plötu. Já. En svo er orðin spurning, fer maður í að gefa út plötu? En það er ennþá að seljast CD-diskar. Já, svona svolítið. Fólk á ennþá spilara og bara svo ég segi frá því að ég fór í fyrra á Höfn í Hornafjörð og Sveit og seldi fullt af diskum. Já, ok. Þannig það er ennþá markaður. Já. En sko, ég var nú beðinn að segja þér frá því að ég kom sums staðar og ég kom hérna heim til fólks og maðurinn segir: Nei, Guðrún, sér ykkur komin hérna, Herbert Guðmundsson, ég er að fá hérna selfie á okkur heppa. Og hann er að selja disk og þá segir hún: Gunnar minn, við hefum engan spilara. Allt í lagi maður, við kaupum samt á honum. Þannig að skilurðu, fólk bara virði það að maður reyna að bjarga sér. Já, nákvæmlega. En herðu, þú verður á fullu alltaf helgina. Ég bara óskaði góðs gengi svo mikilla gleði sem að hún klárlega verður. Þú ert hjartanlega velkomin hérna í göngutan við framan Centro. Já, þakka þér fyrir. Og allavega á laugardaginn, því að ég veit nú ekki hvenær þetta fyrir loftið. Þetta er, við í þessum tölu orðum er komið föstudagskvöld, þannig að þetta er á morgun þá, í göngutinni. Frábært. Þannig að við hvetjum fólk bara til þess að koma og vera hress með þér þarna í góðu veðri. Heiðu, og bara takk fyrir að bjóða mér, heiður að koma hérna og ég verð að segja eitt, mikið rosalega hefur þetta fyrirtæki vaxið. Já. N4 heitur og svo, ég man eftir þessu hérna einhverju smá kompi hérna nýr á Eyrinni fyrir nokkrum árum. Já. Þetta er gjörbreytt, góður andi hérna og hlýtt viðmót. Þetta er gott að heyra. Já. Ég fagna því. En við náttúrulega sleppur ekki lausinn að þú syngir fyrir okkur. Ok. Og ég ætla að fá að kveðja áheyrundur og áhorfundur heima og þakka þér innilega fyrir komuna. Takk. Gott fólk, hann Herbert ætlar að flytja okkur lagið sitt sem að lýsir því eins og mér hefur liðið bara hérna í kvöld í þessum þætti. Það heitir Með stjörnunum. Verið nú væn hvert við annað hér eftir sem hingað til þess erum við hérna. Verið sæl. Hey, ertu ein eftir erfiðan dag því að ég man að þú skrifaðir allt niður á blað. Nú ertu einmana. Af hverju einmana? Þú sýndir mér margt sem að ég hef gleymt. Nú hlýtur einhver annar að vera með þér. Nú er ég einmana. Af hverju einmana? Því ég anda þér. Erfitt að sjá þig, erfitt að ná í mig. Jáð í glugganum, þú og ég með stjörnunum. Erfitt að sjá þig, erfitt að ná í mig. Jáð í glugganum, þú og ég með stjörnunum. Man ég þá stund þegar þú varst mér hjá. Það var engin önnur kona nálægt mér þá. Nú er ég einmana. Af hverju einmana?
sýndir mér margt sem að ég hefði gleymt. Nú hlýtur einhver annar að vera með þér. Nú ég einmana. Af hverju einmana? Því ég anda þér. Það erfitt að sjá þig. Það erfitt að ná í mig. Ját í glugganum, þú og ég með stjörnunum. Ó, aldrei ég, því að stundum líður mér eins og þú sért jafnvel hjá mér. Aldrei ég, þú og ég með stjörnunum. Og við syngjum. Það er erfitt að sjá þig.